Jólagarðurinn í Eyjafjarðarsveit líklega einn fjölsóttasti ferðamannastaðurinn á Eyjafjarðarsvæðinu. Þar snarkar eldur í arni allan ársins hring. Jólagarðurinn fagnar nú 20 ára afmæli og gestum og gangandi var boðið í afmælið. Það voru nú gárungar í sveitinni sem vildum láta loka okkur inn í hjónin en sem betur var nú ekkert að því. En þetta hafði ekki verið reynt áður. Að vísu fóru þeir á stað árinu áður í Hveragerði með það sem við kölluðu jólaþorpið eða jólabær þar en það fór alveg hrikalega illa og við fórum á stað árinu síðar og það var svolítið erfitt vegna þess að það voru margir brenndir eftir þennan viðburð í Hveragerði. Þannig að við fórum við fengum ekkert rosalega meðbyr í upphafi. En óraði ykkur fyrir því að þið myndu halda upp á 20 ára afmæli? Nei, það held ég nú ekki en auðvitað var draumurinn að þetta yrði eitthvað en á tímabili vorum við bara búin að ákveða að þegar við hættum að þá myndi þetta hætta líka. En svo nú dóttir okkar komin inn í þetta og þá var ákveðið að hugsa lengra og öðruvísi kannski. En hérna eru íslensk jól í öndvegi. Já, og ég bara, Íslendingar eru inn við beinið miklir jólamenn og sumir náttúrulega vilja ekkert viðurkenna það en ég held samt að flestir finnst jólinn skemmtilegu tími. Handverkið, það áberandi hjá ykkur? Já, við höfum alltaf verið með handverk, alveg frá fyrsta degi. Og raun og veru hefur kannski það breyst að þegar við byrjum, þá voru bara einhvern veginn meiri einhvern veginn aksjón í handverksfólki og í því sem handverksfólk var að gera. Í dag erum við með rosalega þeir búin að vera lengi hjá okkur, sumir eru búin að vera allan tíma og það náttúrulega gríðarlegur dugnaður í þessu fólki að geta þjónust okkur jafnt vetur sem sumar og það var það sem að margir flösku á því fyrst að þegar við hringdum í júní og vildum fá meira handverk þá sagði fólki ég að fara í sumarfrí, ég hef engan tíma til þess. Þannig að þetta var tók svolítið tíma að bara púsla þessu saman. Þannig að það ekki nóg með að þið séuð í jólaskapi allan ársins hring, það byrgjar og aðrir þurfa að fylgja með? Já, íslensku byrginir náttúrulega eru margir hverjir en í dag erum við nánast í að flytja allt sjálfin. Erlendan varning, bæði þá erum við með erlend handverksaðila líka og svo það sem verksmiðju framleitt, að það erum við nánast í allt fann að sækja sjálf. Úrvali hjá okkur, það ansi mikið, hefurðu hugmynd hversu margir vöruflokkandi eins og heitir kannski bókhaldir eru margir? Nei, ég hef nú ekki alveg tölu á því en við erum með vöru frá, við segjum 15 þjóðlöndum. Auðvitað þetta náttúrulega allt teygjanlegt en við erum að flytja inn vörur frá 15 þjóðlöndum. Fyrirtæki, það hefur vaxið og dafnað á þessum 20 árum heldur betur? Já, við byrjum í litla húsinu þar sem að kalla og það þegar árin voru orðin 5, þá var þetta spurning að ætlum við að gera þetta áfram eða hvað og það leið þarna 7. árið og þá var ákveðið að fara og tala við teiknara og athuga hvort var hægt að fá einhverja fjármuni lánaði til þess að auka við og þá gerum við kjallarann og það raun og veru gjörbreytir öllum rekstrinum. Að þá til dæmis það var náttúrulega voðalega erfitt til þess að fá stóra rútur. Þó að það sé ekkert stóri parturinn í dag í rekstrinum. En það náttúrulega gefur auðvitað þegar koma 50 manns eða 30 manns og inn í 35 fermetra þá svolítið þröngt það. En þegar kjallarinn kemur þá þetta miklu rýmra og þægilegra. Og núna þetta bara að verða hálfgerð þorp hérna, það hafa bæst við verslun og svo framvegis? Já, við þegar var tekin ákvörðun að reyna að taka þetta ekki með sér í gröfinni, ef við getum sagt svo, heldur að reyna að gera þetta þannig að þetta geti lifað áfram og þá var farið út í þessa hugmynd að koma með verslun hérna sem heitir Bakgarðurinn Tanti Greti sem svona skandinavísk útetta svolítið
og svona saga á bakvið og flytja hann í sveitinu, við erum búin að vera með hann á Akureyri. Þannig að þá kemur nafnið Sveinsbær, það náttúrulega svona pínu lógist út af sveinunum bara. Já, það eru bara jólasveinarnir. Já, það bara jólasveinarnir sko. Hvaða árstími annarsamastur? Júlí, ágúst. Það eru langflesti gestir. Þá eru Íslendingar í sumarleyfum og þá bætast erlendu gestirnir við. En hins vegar sko meiri verslun og hvert gest fyrir jól. Það svona, á sumrin þetta meira verið í slikkerínu og svona minni hlutum. En auðvitað sem betur koma fjölskyldur sem að kaupa jólahlutin þessa ás sem að það vill eiga. Og það náttúrulega ekki að koma aftur fyrir jólin, þannig að það kaupir hann í sumari þegar það á ferðinni. Hvað selst mest? Karamellurnar seljast mest sem við erum með. Það eru svona okkar mjólk, ef ég get sagt svo, en svo koma jólasveinarnir okkar þar á eftir. Þeir eru búin að vera síðan 98 og margir sem að bæði eru búin að safna þeim og eru farin að gefa börnum og barnabörnum og þannig að það svona okkar stærsti liður. Þú stendur hérna og býður öllum gestum og gangandi upp á pönnuköku með rjóma og svona. Eru margir fastagestir? Já, og það eiginlega það sem að þegar maður gerir svona þá finnst manni alltaf skemmtilegast þegar þeir sjá sér fært að koma og þiggja hjá manni eitthvað svona þegar maður að gera eitthvað svona því að það jú þeir sem að gera þetta kleift og maður getur aldrei þakka þeim nósamlega fyrir bara þeirra hvað ég segja, velvild í garð fyrirtækisins því að fyrirtæki ekkert án þeirrar. Framtíðar áformin, hvenær stækkið þeim frekar? Sko, það svo mikið af kúlum á sveimi að við skulum bara sjá. Ég vona þess komi kannski einhver þeirra en kannski kemur engin þeirra þannig að ég ekki bara ég svo glaður með þennan dag að hann skulle hafa komið og fá að njóta hans. Þannig að mér finnst það eiginlega að vera svona skemmtilegast. Og við hérna á N4 segjum bara gleðileg jól. Takk fyrir það.